Þið kannski tókuð eftir því í sjónvarpsfréttum held ég beggja sjónvarpsstöðvanna síðastliðið 50. að það var bein útsending frá Hörpu. Þá var að hefjast stærsta alþjóðlega bridge-mót hvers árs sem haldið er hér á landi og meðal góðra gesta því urmull erlendra stórspilara sækir þetta mót sem áður kallaðist Bridge-hátíð en núna Reykjavík Bridge Festival. Urmull erlendra keppnispilara, það eru stórstjörnur miklar í þeim hópi, sækir okkur Íslendinga heim ár hvert á þessum móti. Og í þeim hópi var íslenskur spilari sem hefur áratugum saman haft atvinnu af því að handleika spilastokkin, að spila bridge. Og ég held hún sé alveg örugglega eina íslenska konan sem hefur haft þetta lifibrauð að minnstakosti svona lengi. Og eitthvað hefur heyrst að hún sé á leiðinni inn í Hall of Fame vegna færni hennar í spilinu. Hún er komin hingað, hún Hjördís Eyþórsdóttir. Vertu velkomin, Hjördís. Takk fyrir Björn. Gaman að fá þig hér að rauða borðin á samstöðinni. Er eitthvað til í þessu sem að ég er að gaspra hér að þú sést á leiðinni inn í einhvers konar Hall of Fame veröld bridgespilara? Já, og nú er maður komin á 70-aldurinn og þú þarft að vera orðin 60 til þess að geta verið útnefndur. Já. Þannig að þetta er fyrsta árið sem ég var eligible. Já. Og er útnefnd. Já. En veit náttúrulega ekki þá eftir að kjósa og allt það, en mér finnst bara mjög gaman að vera útnefnd í Hall of Fame. Já, hvað er Hall of Fame? Það er elítan í bridge heiminum. Það eru spilarar sem hafa unnið marga bandaríkjatitla eða heimsmeistaratitla sem ég hef náttúrulega gert. Já. Og þetta er svona rjómin af spilarum. Já. Fámennur hópur bara bestu spilarar heims. Já. Bestu spilarar bandaríkjara. Þetta er Hall of Fame, bandaríkja Hall of Fame. Og það har nú löngu verið þannig að bestu spilarar bandaríkjana eru bestu spilarar heims, ekki satt? Það er mikið til í því. Þetta er mjög, það er náttúrulega mikið af fólki, en sjáðu nú sko litla Ísland. Já. Sem að 91 vann Bermúdaskálina. Jú. Öllum til furðu. Já. En náttúrulega við erum með svolítið stærri hóp til að velja úr í Bandaríkjum. En það er nú gaman að nefnir afreikið okkar 1991. Við erum eiginlega enn að skála fyrir hérna Bermúdaskálinn 1991. Bermúdaskálinn. Og það mál áttu nú aldeilis eftir að vinda upp á sig við heimkomu hérna landsliðsins okkar og það allt saman. Já, það var náttúrulega alveg ótrúlega framistæða. Já, stórkostlega framistæða. Já. Og við áttum mjög gott tímabil þarna lengi vel á eftir og hérna er það þegar þeir koma heim 91, varstu þá orðin svona rosalega góð eða varstu orðin svona rosalega góð löngu fyrir 91? Já sko, ég veit ekki hvort ég er orðin rosalega góð ennþá. Af því að þetta er bridgein maður lærir eitthvað nýtt á hverjum degi. Já, það er rétt. Ég held að sko svo lengi sem að þú tekur framförum sem þú ert tilbúin að læra og lesa og ef ég ætti að segja eitthvað ungu spilarinn í dag þá það eru ráðleggingin sem myndi gefa þeim að lesa stúdera bridgebækurnar, stúdera fræðina hjá öllum þessum góða fólki sem farið á undan okkur sko. Já. Og maður bara sér alltaf eitthvað nýtt. Hver bridgespil sem maður tekur upp, það er bara nýtt ævintýri. Og svo þegar maður púsla þessu öllu saman og vinna út úr þessu og þetta er þetta besta sem við getum gert fyrir heilan líka, sko. Margsannað með rannsóknum. Já. Og svo finnst mér hinn skapandi þáttur svo stór í spilinu, auk allsins röklega og starffræðilega og minnisins og einbeitingarinnar að mér finnst hinn skapandi þáttur svo stór að ég vil kalla bridge list. Ég er mikið sammála þessu. Já, það? Já, af því að það er sko þú getur ekki alltaf setið bara og gert sama hlutin. Nei. Af því að þú þarft að finna, eins og ég segi, hver hönd er nýtt ævintýri og svo þarft að vinna úr öllum upplýsingum og það sem er rétt í þessu spili er sko vitlaust í næsta spili. Einmitt. Og það er sko reyna að finna munin þarna á milli sem er list. Já, algjör list. Sko
þetta eru góð heilræði sem þú gefur unga briddsfólkinu okkar en þá ertu svona náttúrulega fyrst og fremst að ávarpa ungt fólk og krakka sem langar til þess að fara í fremstu röð. Já. Svo líka hægt að spila bridds bara til að hafa gaman að því. Og gott fjölskyldu dæmi til dæmis, þú veist það eru fólk sem ég þekki sem að þú veist á 2 börn og spila bara svona, þú veist partybridds. Já. En þetta kemur fjölskyldunni saman. Já, einmitt. En ég nefndi hér í inngangnum að þú væri nú sennilega eina íslenska konan sem hefur haft atvinnu af því áratugum saman. Já. Að spila. Já. Út í heimi. Já. Þetta stór furðulega atvinna, ekki satt? Hún svo skemmtileg. Hún skemmtileg. Og þú veist þegar fólk spyr mig hvað gerir þú? Já. Ég spila á spil. Já. Hvað mennur þú spil? Ertu í póker? Ertu að gambla? Já. Nei. Já, ertu á briddsmótum? Já. Og hvað getur unni mikið þar? Já. Að punkta? Já. Það skilur ekki það sé ekki velur að fyrir neitt. Já, stundum það nú reyndar. En það kannski ekki verulegt. Ég vil það aldrei í Bandaríkjunum. Það eitt mót sem uppbóðsmót. Það eitt mót á ári sem eitthvað peningavél. Já. Okay. Þetta bara punktar, sko. Þetta bara punktar. Stiga eins og í skákinni og svona. Já. En sko, hvað labbaði aðeins í gegnum það, sko, hvað ár fórstu út? Ég fór út í byrjun 94 og hélt að ég ætti að vera í ár. Já. Og kæmi svo bara aftur til Íslands og nú 2026. Já. Og sko, ég man náttúrulega vel eftir þegar við grænaborðið árin áður en þú fórst, þá ætti að spila við Ásmund Pálsson. Já. Og þið náttúrulega algjör stjörnupar og vinnið allt sem að hægt að vinna. Sko, þú hefur sagt mér það í öðrum viðtölum sem ég tekið við og öðrum fjölmiðlum að þú varst snemma kynnt fyrir slagaspilum. Já. Og en fannst eitthvað alveg nýtt þegar þú lærði bridds? Allt nýtt, sko. Já. Ég spilaði vist sem krakki. Já. Þannig maður var svona með konsept í því að þú veist að taka slægi og vera með makker. Já. Og það nú eitt mest áreiðandi í bridds er að vera á sömu línu og makkiði. Já. Nú spila ég við sko alls konar fólk, allavega. Já. Og nýtt kerfi í hvert skipti. Já. Og þú kannt öll kerfin? Ég kann öll kerfin, sko, en það er ekki nóg að þú kunnur öll kerfin. Nei. Þú þarft að vita hvað makkiðin veit. Já. Þannig að það er ekki nóg að þú veist, í bridds þá það er engin einstaklingur, sko. Nei. En þetta hefur verið, sko, þú hlaust í rauninni alveg frábæra þjálfun hér innanlands að spila við sannlega besta kennara alheims, Ásmund. Bara Ásmundur var sko gullnáma. Já, gullnáma. Já, hann var bara gullnáma. Hann var ekki auðvöldur makker. Nei. Hún skammaði mig. Ekkert alltaf auðvöldur maður. Nei, ég meina það er svona læri maður. Já. Enda kendi hann mér allt sem ég kann. Já. En var þetta svona þurfti maður íslensku bjarsýnina sem oftir talaði að fleita okkur langt þegar þú tókst stóra stökkið 94 og keyptir ferð bara aðra leið út í heim? Já, ég held að ég var náttúrulega komin með, það var maður sem hringdi í mig og spurði hvort ég væri til í að koma og spila árið 94. Það vantaði spilara sko í eina sveit. Já. Þessi maður sem var að reyna að vinna sko stigakeppnina í Bandaríkjunum 94 og hann vann hana. Já. Og vantaði eitthvað sem væri til í að fara bara þú veist mót eftir mót. Já. Og ég spilaði, ég held ég hafi verið sko, ég fór í endaðum febrúar í 94. Já. Og þangað til í miðjum desember þá held ég að verið 3 vikur sem ég spilaði ekki. Ég spilaði okkur með einasta degi. Já, er það? Já, þannig að þú sást strax að þú myndir geta haft atvinnu á þessu. Já, sko, ég var svo heppin og þegar ég kem hann út, þá var sko þessi maður sem var búin að ráða þessi sveit sem voru bestu spilarar heims. Já. Þannig ég fekk að spila við bestu spilarar heims í Bandaríkjunum og náttúrulega læra
frá þeim, en samt sem áður kemdi Ásmundur mér allt sem ég kann, sko. Já, og sennilega ertu samt miklu betri brytspilari í dag heldur en 1994, ekki satt? Já. En sko, nú eru sumir sem klóra sér í kollinum og skilja ekki neitt, þeir sem að hlusta eða horfa á okkur. Hvernig getur nú atvinnumanneskja, það eru ekki peningaverðlun á mótunum, útskýru þetta hans fyrir okkur? Sko, þetta bara eins og að vera, þú veist, golfprofessional eða tennisprofessional, þetta voða mikil kennsla, náttúrulega munurinn sá að þú ert á mótum, þú ert að keppa í, og ofta mjög háu stigi, og þú ert að keppa í þessum mótum, en svo þegar þú ert búin að spila þá vinnan ekki búin, af því þá sestu niður með kunnanum, og það eru... Með kunnanum, farðu aðeins í gegnum þetta samband? Já, sko, það er náttúrulega einhver sem ræður mig. Já, það er einhver sem ræður þig til skemmri eða langstíma. Já, bæði. Já. Og mjög oft í mörg ár, þú veist, sem sagt, aftur og aftur. Ræður þið þá ýmis sem makker eða bara styrkir sveitina sem þú ert í? Bæði. Já, bæði. Stundum ég með öðrum toppspilara og við spilum sem par, en mjög oft ég að spila við sponsorinn og þá þegar maður búin að spila þá fær maður, eins og þú veist, útgjöf. Maður fær blað með öllum spilunum. Einmitt. Og svo sest niður, sko, þegar spilamennsku líkur, þá sest niður með blaðið til þess að fara yfir spilin og hvað gátum við lært úr þessu. Já, þá tekur við þetta kennsluferli, leiðbeiningaferli þar sem þú ferði yfir öll mistökin sem að kannski þeir sem eru síður góður í bridge en þú hafa gert og með því eykst virði þeirra. Já, akkurat. Og það Bob Hammond sem mjög frægur bandarískur bridge-spilari. Hann orðaði það mjög vel þegar hann sagði að það getur enginn spilað bridge. Við erum öll svo vitlaus í spilinu. Það er bara, maður að reyna að vera minna vitlaus heldur en hinnir. En sko, hefur þetta ekki verið svona ferðatösku líf mikið hjá þér? Jú, það er mjög mikið og ég meir og meira að spila bara á hverju ári. Já. En það á mjög vel við mig. Það á vel við þig. Það þetta flökku eðli í okkur víkingunum. Já, einmitt. Það þvælast eitthvað. Já, það þvælast og sífeldni í hótelherbergi og nýlönd og svona. Já. Þetta hljóma náttúrulega ævintýrlega skemmtilegt líf. Þetta er það. Já. Þetta er ævintýrlega skemmtilegt. Og svo fer maður, kynnist allavega góðu fólki út allt og fer hinn og þessi lönd og þetta er ævintýralíf. Hver hefði hinn valkosturinn verið ef þú hefðir ekki orðið svona góð í bridge? Hvað heldur að þú hefðir starfað við? Ég væri ábyggilega að reyka ykkur að verslun og löfi. Já. sem væri svona talsvert ólíkt því sem að þú hefur lifað. Já. En sko, mér langar svolítið til þess að kynnast þessari veröld betur. Þú komst þarna út sem kona og það hefur mikið verið rætt í hérna mínum kreðsum, bridge-kreðsum að það hafi nú svolítið skort á jafnrétti í þessum heimi, sérstaklega aftur í tíman. Hvernig var það? Já, sko, ég segi alltaf að ástæðan fyrir að konur, það eru fleiri góði kallspilarar heldur en kvenspilarar, sé það að við erum miklu gáfaðari. Af því að við vitum hvað, þú veist, og þessi formative years sem að maður þarf að vera að þróa sín, að spila bridge, ef maður ætlar að verða rosalega góður, þá tekur þetta náttúrulega bara yfir veröldina. Það bara, þú veist, maður stútir og hugsa þetta og sefur á þessu og maður verður stútir og á þessum árum sem maður þarf að vera að læra þetta. Þú veist, kallmenn, þeir hlaupa bara í þetta. En konurnar, við erum að ala upp börnin og við þurfum að sjá heimilið og við þurfum að, þú veist... Þannig að þetta getur ekki heltekið mann svona. Nei. Eins og það gerir. Nei. Eins og þú veist. Já, eins og ég veit. En sko, var ekki bara enn meira afrek hjá þér að haslaði völd sem atvinnu bridge-spilari sem kona en kall? Jú, það eru náttúrulega miklu færri konur. Já. Miklu færri. Og ég náttúrulega spila mikið í semst opnaflokknum, ég spila náttúrulega ekkert í kvennaflokknum nema bara á heimsmeistarmótum og landsleikmótum. Já. Og en nú komið allavega þú veist það mixed heimsmeistaramót sem þá para
tvímenningu eða paratvímenningur og sveitakeppni verða að vera mixed perk þegar karlmaður og kvenmaður og það náttúrulega það mjög skemmtilegt og þau mót eru að verða ævinsalari. Já, ég trúi því. Já. En sko það þarf þráhyggju, það ekki? Til þess að ójú. Já. Sko, þeir segja bestu skákmennirnir sem að ég hef átt persónulega samtöl við hér á Íslandi, stórmeistararnir okkar, að það þurfi þráhyggju. Það eins með bridgein. En það eins með bridgein, en svolítið athyglisvert með munurinn á skák og bridge, að skákmenninu virðast að blómstra mikið yngri. En bridgespilararnir, þeir blómstra ekki fyrir en sko þeir eru orðnir eldri, svona 40-50 ára, þá er þetta farin að blómstra sko, því að þá ertu múin að það er svo mikið inntak sem að þarf að vera með. Eins og ég segi, ég er nú orðin 60 sko og ég læri eitthvað nýtt á hverjum degi. Já. Og það er alltaf, og í bridgeinu það er alltaf þróunin. Já. Og það sem er mesti munurinn á 94 og núna, það eru kerfin. Og hvað er búið að þróa þessi kerfi og það er alltaf einhver að byggja betri músagildru. Já, og svona virkni ekki meiri læti í sögnum, ekki alltaf fleiri og fleiri, nú afsakið hérna þeir sem ekki spila bridge en nú kemur smá sérhæðu umræða, hérna eru menn ekki að opna og færi punta og Jú, en þá náttúrulega að færa sko, eins og ég voru að tala áðan, með makkeskap og þú ert að spila sama kerfi og makkiðin. En sko ef þú tekur, skulum bara segja við erum 10 mismunandi kerfi og 10 mismunandi opnunarstíla og hvernig sem það þýðir ekki að taka eitt úr hverju það meikar enga sens, það passar ekkert saman. Af því að kerfið verður alltaf að vera í samhengi. Sko, ef að þú opnar á einhverju á A, þá verður B að koma næst. Og svo framvegis. En það þýðir ekki að vera, sko, ef þú er með aftur þessi 10 kerfi, að taka A og svo kemur þótt eða eitthvað, það meikar enga sens. Nei, einmitt. Einhverjir er að reyna að fylgja þræði. Ég held að sé ágætt að fara yfir það enn eina ferðina að bridge er svona slagaspil þar sem tveir eru saman í liði og þeir mega með löglegum upplýsingum í formi þessara miða, sagnmiða sem við notum, reyna að lýsa því hvaða spil er á þinni hendi. Já. Á góðum degi ertu með góðan makker og þú ert að spila svo gott kerfi að þú getur lýst fyrir honum ás, kóng, þriðja í spaða, kóngnum öðrum í hjarta, getum að sagt drottningu fjórðu í tígli og drottningu fjórðu í laufi. Getur einhverju gert það? Nei. Það er ekki en ás fjórða í laufi og í tígli kannski og ás fjórði í laufi. Já, nú er orðið miklu meiri nákvæmni að það eru alls konar spurnarsagnir. Já. Þannig að sko ásar og kóngar, þú getur alltaf spurt það með þessum sagniðum. Já. Og Danirnir voru nú með hérna 1980 eitthvað svakalega spurnarsagnir upp í Gosa sko. Já. En það var ekki praktískt. Nei. Mikið ekki sens. Og svo er þetta adrenalinsport frá helvíti. Því að það gengur allt út á áhættu, það gengur allt út á að segja eins hátt eins og mögulegt er því að skorkerfið miðast við það að taka brjálaða áhættu og hérna og síðan er þegar sögnum er lokið þá er þessi galdur að einhver þarf að spila út og það getur munað öllu hvert fyrsta spilið er hvort að heppnast hjá vörninni til þess að hnekkja samningum eða ekki og vörnin er náttúrulega sem byggir á endalausum táknkerfum líka og reglum hún hérna þarf að dansa sem par en ekki sem tveir einstaklingar og kannski eitt af skemmtilegast við bridgespili það er kunstinn að spila úr. Já. Hvað finnst þér er það á einhverjum stað í spilinu sem þú nýtur þín meir en í öðru? Þeir svona af þessari yfirferð. Já, mér finnst náttúrulega alltaf skemmtilegast að spila úr. Já. Það er maður er með. Leiðilegast er að vera blindur, þá er maður ekki með. Akkurat. Þannig og þú hefur fulla stjórn þegar þú ert að spila úr. Já. Þá stendur þetta allt og fellur bara með þínu eigin heilaból og öllum þínum útreikningum. Og hvort þú getur unnið úr þessu eða ekki. Já,
Og ert ekki mjög næma að fylgjast með líðan andstöðunar og svona? Stundum að spila með skerma, þannig að þú ert bara með í návist annars en stundum ekki skermar. Já, og svo spila maður líka mikið á netinu, sko. Já, svo líka á netinu. Já, það er mjög þægilegt að kenna þar, sko. Já, einmitt. Já. En þá eru stundum þekkir maður andstæðingana, stundum þekkir maður það ekki, sko. Já. Þannig það mismunandi blandi póka þar eins og alltaf. Einmitt. Svo annað sem svo heillandi við britsina, að fólk úr ólíkum áttum, það nálgast spilið hver með sínu lagi. Það er eins og þú þekkir mjög mikið af svona verkfræði menntuðu fólki, starffræði menntuðu fólki sem að hugsa þetta svona kannski svolítið í ferningum, en svo kemur líka svona listrænt og skapandi fólk og pælir jafnvel meira í sálfræði og einhverju svoleiðis. Hvar myndirðu staðsetja sjálfa þig? Ég er meiri svona tæknimaður, sko. Ég er náttúrulega, eins og ég segja, að hafa lesið allar þessar bækur og svona, maður lita í ferð og hvernig, en sko þetta er ekki einfalt, af því að það er, sko, þú getur flett upp í bók hvernig á að spila einhvern ágæðin lit sem að þetta er blindum og þetta er meður og hvað er besta íferðin, en svo eru einhverja sagnir og þetta breytir öllu. Og það er ekki nóg að bara kunna lita í fyrirna, heldur það er að horfa á sagnir og að vita hvað andstæðingar hafa verið að segja og vinna, púsla þessu öllu saman. Já, og þú ert að muna allt sem gerist. Já. Allt, og líka muna allt sem ekki gerist. Já, akkurat. Á hverju gerist þetta? Ekki. Já. Þarna átt hann kost á að gera þetta en hann gerði það ekki. Akkurat, hundurinn gelti ekki. Akkurat, hvað segir það okkur? Þú getur dregið alls konar ályktanir bæði af þögninni og ef að fólk er að vera aktíft við borðið. Og svo er þetta bara, það er hægt að njóta þessa spils og hvaða leveli sem er. Já. Við vorum að tala, ég var að segja hann mákunum minni í morgun að þeir gerðu könnun, eða þú veist línur, settu heila kóða á að taka línur í þetta bridgespilara. Já, þetta er náttúrulega merkilegt nokk. Taka heila línur í þetta bridgespilara sem toppspilara sem var í toppkeppni. Og svo tók þeir heilalínuritt af taugaskurðvækni í, sko, meðan hann var að fremja í uppskurði. Já. Og það er sama energy sem að bridgespilara Já, þú getur flettið sem þetta var stórmerkilegt. Já, en sko þetta rímar við það sem þá sögu sem mörg okkar hafa að segja. Ég segi stundum bæði í grín og alvöru, eins og af því ég var að spila þarna þessa bridgehátíð núna. Og maður er náttúrulega, ég var svo búinn í gærkvöld að bara þú þekkir þreytuna að sko bara þú veist, það var bara stór mál að ná sér aftur. Og ég segi stundum að á einu svona löngu móti þá finnist mér eins og ég hugsi meira að ég noti heilafrumurnar eða bara hausinn meira heldur en næstu 4 vikurnar í vinnunni samanlagt. Já, þetta er nefnilega ekki rangt hjá þér. Nei, þetta er ekki drátt. Nei, og svo, þú veist, þetta er þegar maður fer á Ameríkumótin, það eru semst 3 Ameríkumóta á ári, semst stórmót, sem að spilar á öllum heiminum koma. Já. Og þau mót, maður spilar í 11 og 12 daga, frá bara morgun til kvölds, eða spila frá 10 til 7. Svakalega törn. Já. Í 11 daga streit og allt sko topp level, þú ert að spila landsmót allan tíman og svo fer maður heim og maður bara sefur í 2 daga. Já, einmitt, bara alveg búin að því. Alveg gjörsamlega. Og sko það er líka margsannað að fólk sem er í góðu líkamlegu formi og stundar líkamsrækt og svona, því gengur betur í bridge því að það þarf úthald. Það þarf náttúrulega úthald. Já. Og nú er náttúrulega eins eins og alls starra bridge-heimurinn er að eldast. Já. Og maður sér meiri segja sko toppspilara sem eru orðnir ekki jafn góður og voru. Já. En það, þú veist, það er pínu erfitt að keppa við tímana sem við erum að lifa. Sko internetið er náttúrulega líka tækifæri fyrir bridgeinn. Þú ert að segja það að þú kennir á internetinu og allt það og þessi nýja tækni þar, forritin þar, að það sé hægt að spila á netinu náttúrulega frábært. En sko þetta er svona, við erum að lifa tíma sem eru svona sumpart svolítið andstæðir því að menn nenni að fara út úr húsi sjálfir og
koma sér fyrir aka í spilaklúbin eða taka lest eða eitthvað. Já, það náttúrulega sko sósíalparturinn líka mjög stór partur af þessu. Já. Að maður fer á mót og maður hittir vini sína og fólk sem maður búið þekka í árafjöld. Já. En sko með aldurinn að ég held í fram að ég sé betri bridgeformi núna heldur en nokkuð tíman áður. Ég trúi því alveg. Já. Og gæti það ekki bara átt við yfir 70 jafnvel? Örugglega sko. Já, sumir af bestu spilurum heim í Vjónar með Sia Mammút hérna ekki áttræðu kallinn. Jú. Og ég varst búin að heyra fúlun hans þegar hann átti átlit í hjarta. Nei. Og eyðu í tíkli og opnaði tíkli og hann sagði 1 grand. Típiskur Sia. Já. En ég ætlum nú ekki að fara svo tæknilega í spilið að hinn almenni hlustandi eða áhorfandi fælist frá því að líf þitt náttúrulega áhugavert svo langt út fyrir raðir britsara. Þetta er einstæðu ferill og virkilega gaman að þú séð fært að líta við hérna hjá mér því margir vita sko að það er þarna ein kona vestur í Bandaríkjunum að gera það sem hún er að gera og en fólk veit kannski ekkit mikið meira þig en það. Sko af því að þú myndist á að britsarar svona betri margir hverju væru að eldast, það eru ekki tvíbar kollnungir sem að ég var að spila við. Jú. Manstu hvað þeir heita? Ég man það ekki. Nei, en þeir eru náttúrulega svona hálfgerð undrabörn. Já. Og mér skilst það að sé dálítið af ungum spilurum sem eru með er að nálgast spilið með öðrum hætti heldur en ég og þú gátum gert þegar við vorum að læra bridge á sínum tíma, að þeir eru með eitthvað svona upp og það er bara meldað út í eitt það er bara 100 spila melduð á dag og eitthvað svona. Er þetta nýtt trilltæki í bridge? Nei, þetta er búið að vera, þetta er bara hægt að gera þetta á Bridge Space með sig, sko. Og ég er að þjálfa núna fyrir landsleikkeppnina með 9 makkar og við gerum þetta sem förum bara í eitthvað herbyggi og meldum bara 100 spil. Já. Og það er, náttúrulega þarf að spila, það þarf líka að æfa vörðin og allt það. Já. En sko, að melda svona, þú veist, þú ferð inn í svona bara bidding room og bara meldar, þá er alltaf eitthvað sem kemur upp á sem að er, þú veist, heyrðu, hvernig spilum við þetta aftur? Hvernig nálgum við þetta? Og svo, þú veist, ég hefði náttúrulega að gera þetta og er þessi regla í gangi hjá okkur og það, þú veist, þetta er mjög lærdómsríkt. En það er bara, þú veist, það þarf að taka á svo mörgu. Það þarf að melda, það þarf að, þú sagði bara tíminn sem minnst í þetta. Og svo svo getur verið í virtual reality og gengið svakalega vel og svo kemur við borðið og allar bara að taka allir nefið og það er bara að stappa á þér. Þannig að skilabóðin eru þau að fólk þarf að hittast og spila við alvöru andstæðinga við borðið og þá eru til þessi reynsla. Þótt hitt sé mjög gott svona með. Já, einmitt. Það er, Hver eru þín helstu afrek, segirðu, í íþróttinni til þessa? Já, ég var náttúrulega heimsmeistari 2013 og öðru sæti heimsmeistarkeppni 2002, fengið nokkur brons. Ég hef unnið sennilega 12 bandaríkjatitla. En ég er ekki alveg viss með töluna þar. Það er allavega nokkuð margir, sko. Og því miður held ég sé með 22 skipti í öðru sæti í bandaríkjakeppni, Ég hef unnið sko 10 og 14, 12 og öðru sæti í 22 skipti. Skiptir og það er alltaf þessi eini slagur. Svo tæft. Og skiptir það öllu hvort þú ert í fyrsta eða öðru? Já, ég meina, ég verð nú að segja það, allir þessi titlar hafa alltaf verið með sponsor. Þannig að, þú veist, ég spila yfirleitt aldrei við jafningja, sko, nema við sem ráðin í einhverja sveit. Og, jú, ég var nú inn í einhverja þannig sveitakeppnir, en, þú veist, þegar maður tapar með einu stíð og þá er maður að sofa þá nótt. En
eitthvað svona afrek á ferlinu sem þeir þykir meira vænt en annað, eitthvað svona sem kemur strax upp í hugan eða eitthvað augnablik? Já, sko, það var náttúrulega þegar ég vann heimsmeistaramótið í Bali. Já. Það var svolítið merkilegt. Það var sama dag og Ásmundur Pálsson dó. Nei, hvað segir þið? Já. Þinn gamli makkar. Já. Minn gamli makkar og hann átti alltaf mjög mikið í mér. Já. Þannig að þú vannst fyrir Ása. Já. Það var já, það er fallegt. En vinir þínir, fjölskylda og svona, botnar fólk eitthvað í þér? Já, ég er náttúrulega gift bridgespilara, þannig að hann skilur þetta allt saman. Já, sem er Magnús Ólafsson. Magnús Ólafsson, sem er mjög góður spilari. Mjög. Já. Og hann vann marga Íslandsmeistaratitla og svo vitgaðist hann og fór hætt að spila í 22 ár. Já, 22 ár? Já, 22 ár. Engi smá pása? Já, og vann bara í sínum venjulega karriér og svo byrjaði hann að spila aftur. Já. Og hann hefur ekki tapað neinu, sko. Nei. Já. Þannig að hann skilur þetta, en hvað með svona fjölskyldumeðlimi hérna heima sem að bara sögðu bless við þig og... Jú, mjög supportív. Þau eru stolt af mér og bara ánað með þetta, sko. Já, gaman að heyra. Já. Þannig að þú ert löngu hætt að fá einhverja svona skrýtnar spurningar þegar kíkir heim til Íslands. Já, það er einhvern veginn þannig, sko, á Íslandi. Það vita allir út á hvað þetta gengur. Þó þið spila ekki sjálf. Já. Spila eins og Gunnar systir mér segir, spila bara Olsen. Spila bara Olsen, já. En þau skilja að þetta er svolítið big deal, sko. Já. Þau skilja það alveg. Já. Við vorum aðeins búin að fara áðan yfir skilaboðum til unga fólksins, Hjördís, en mér langar að vita meira sko hvað þarf til þess að verða góð í rauninni hvaða íþrótt sem er. Það er bara að halda sig við efnið, sko. Já. Það er engar shortcut. Það er ekkert, þú veist. Og stýttir er ekki leið. Nei, það er engin, og það er svolítið gallið, sko. Við unga fólki það er þetta instant gratification. Já. Og það gengur ekki breytt. Nei. Að þú átt eftir að læra svo mikið. Þú þarft að ganga grýta götu og strúkast við þyrnana dálítinn tíma. Svo eins og það er einn mjög efnilegur ungur drengur í Bandaríkjunum, Harrison Lupa heitir hann, og hann er alltaf ekki nálgast tvítugt núna. En ég hef svo mikið gaman á hann, hann var unglingur, ég spilaði svolítið við hann, sko, hann var bara 13-14 ára. Svo kemur hann til mín á bridgemóti, hann var að spila við annan ungling, svo kemur hann til mín á bridgemóti og segir: Lífi mínu lokið. Og ég segi: Harrison, hvað er það? Ég fann ekki 10 drottninguna í 6 tíklum. Ég er eitthvað skilan. Ég skilan rosalega vel. Þegar allt er undir. Já. Það var alveg lífi mínu lokið. Já. Manstu eftir mörgum svona augnablikum hjá þér þegar þú þarft að finna trompdrottninguna í slemmu? Já, það er alltaf, en eins og ég segi, maður hefur yfirleitt einhverja leiðbeininga, eitthvað sem maður getur farið eftir. Ef þú myndir giska á vinningshlutfalli þegar þú þarft að finna þessa drottningu og svona, svo ef þið ekki skiljið hvað við erum að tala þá er þá ás öðrum megin og kongur hinum megin, þannig að þú getur bæði svína til vinstri eða hægri, hvað eða toppað. Sko, hvert heldur að success hlutfalli sé hjá þér? Ég held að það sé bara mjög hátt, af því að það er oft það er oft, sko, nú skulum bara segja að þetta sé eitthvað hliðalítur maður verður að finna þessa drottningu, en maður getur spilað öðrum litum til þess að finna út hvað andstæðan á, þetta er allt rannsóknir, sko, til að finna út hvað andstæðan er, þess að sko bara segja tæknilegt, sko bara segja þessi ég finn spáð og þessi á eitt spáða. Heldur það sé ekki meiri líkur en þessi sem áttu eitt spáða sé lengri þar sem maður þarf að finna þessa drottningu? Jú. Já. Það er bara þannig. Já. Það kom fyrir líka mjög fallegt spil í tvímenningnum
þar sem að Kettling 3 var úti í spaða í stað þess að spaðin brotnaði 2-2 og reyndi spanabiti varnarinnar að það væri legan því það var hægt að reynsa upp hina litina og manst eftir þessu spili og kasta svo andstæðingnum inn á spaðadrottninguna og hann var endaspilaður. Þetta það sem ég að tala þetta rannsóknarferli að maður getur fundið svo mikið út. Já, einmitt. Heyrðu, ég vildi gjarnan Hjördís tala við þig bridge bara í margar vikur en ég ætla ekki að halda þér lengur hér frábært að það skildi fá tækifæri til þess að koma til mín og tala við alla landsmenn innilega til hamingju með Hall of Fame tilnefninguna vonandi endarðu þarna í hópi þessara ofurstjarna og gangiði bara allt í haginn í framtíðinni. Þakka þér fyrir, Björn. Og haltu áfram að vera sendiherra spilsins sem að við viljum bæði auka veg og virðingu og teljum sko sem aldrei fyrir ástæði fyrir ungt fólk að læra bridge. Já, það er bara þannig. Það er svo Ásmundur sagði alltaf, hann sagði lífið og bridge, það speglar hvort annað. Ég er algjörlega sammála honum. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig. Og kæri þakkir til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur, þættinum er lokið í kvöld, þakkir líka til allra viðmælenda og samstarfsmanna og þakkir til ykkar sem að dreifið eða miðlið efni samstöðarinnar á félagsmiðlum, sérstakar þakkir fáið þau ykkar sem eruð stuðningsaðilar eða áskrifendur samstöðarinnar, ef þú hefur oft velt í fyrir þér að þér finnist rétt að styrkja samstöðuna fjárhagslega en hefur ekki komið í verk þá er hægðarleikur að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift, haka við þar og mánaðarlegt framlag skiptir þig kannski ekki svo miklu máli aðeins 2.750 krónur en hefur allt fyrir okkur að segja og það verður líka bara að segja það eins og er að án ykkar fjárhagsstuðnings getum við ekki haldið áfram starfsemi því meiri fjárstuðning sem við fáum úr ykkar vössum, því blómlegri verður okkar dagskrá fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláksson, þættinum er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.